verkamaðurinn af öllu striti sínu. Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreyta sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist, en að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiði sínu, einnig það er Guðs gjöf. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Og postulinn ritaði: Þótt ég talaði tungu manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikur er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og heldur allt út. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottin. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn.
En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, en sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Já, í hinni helgu bók segir, öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Á kveðjustund sem þessari erum við minnt á þetta, að öllu er afmörkuð stund, að tíminn heldur áfram jafnt og þétt og bíður ekki eftir neinum. Okkur er svo tamt að vilja vera við stjórnvölinn, en framrás tímans fáum við ekki stöðvað. Á kveðjustundum erum við þess vegna minnt á að þegar allt kemur til alls, þá er lífið gjöf sem við hefum þegið úr hendi Guðs og megum njóta þess á meðan það varir, að mesta undur lífsins er lífið sjálft sem ber að þakka. Besta andsvari við þeirri gjöf sem lífið er að lifa vel, lifa til fulls,
elska, vinna og gera gott. Og á þessari afmörkuðu stund hér er gott til þess að hugsa að hann Páll Björnsson sem við kveðjum hér í dag gerði einmitt það, að lifa vel. Hann lifði líka þannig að líf ykkar sem stóðuð honum næst var litað þeirri gleði og þeim kærleika sem hann gaf ykkur og var ykkur. Það er fátt eins sárt og að kveðja þann sem við elskum. Það er eins og að kveðja hluta af sjálfum sér. En sá eða sú sem vildi losna við alla sorg og allan söknuð yrði að kaupa það því dýra verði að elska ekkert í heiminum. En það eina sem við tökum með okkur úr þessu lífi er elskan, kærleikurinn. Hann einn varir að eilífu. Í upprisu Jesú Krists birtist kærleikur Guðs okkur. Dauðinn er vegna kærleika Guðs og upprisu Jesú Krists ekki ógnvænleg endastöð, heldur áfangi lífsins og við tekur ný framtíð og nýr dagur handan þess sem við greinum og því megum við treysta. Í dag talar umhverfið til okkar, orðin sem lesin eru og ljósin sem tendruð hafa verið á altarinu, minna okkur á hinn lifandi Guð og þá von sem okkur er gefin fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Þér eru ljós heimsins, sagði Jesú, og hvetur okkur þannig til að vera öðrum ljós í lífinu, vera gefandi og góðar manneskjur. Það er gott að minnast þessara orða Krists þegar við kveðjum hann Pál, sem sannarlega var fjölskyldu sinni og vinum, bæði gleði og ljósgjafi. Og það er gott að geta leyft huganum að reika á milli minninga, fylltum hlýju, birtu og gleði. Páll Björnsson var fæddur hér á Þingeyri þann 27. júní árið 1944. Foreldrar hans voru þau Björn Jónsson, sjómaður frá Lækjatungu og Jónína Guðmundsdóttir, húsfreyja frá Þingeyri. Páll var annað barn foreldra sinna en systur hans voru þær Birna sem er látin og Kolbrún sem býr í Reykjavík. Páll eða Palli eins og var alla tíð kallaður ólst upp hér á Þingeyri við flæðamálið og snemma beygist krókurinn því fjaran var hans helsta leiksvæði og hann sótti svo mjög í sjóinn að oft mátti móðir hans draga hann í land hundblautan upp undir axlir. Hvort það er ástæða þess að hann var sendur í sveit að Brekku er óvíst, en það er nokkuð víst að Nína heitinn gat haft augun af flæðamálinu stundarsakir. Skólaganga Palla var barnaskólinn hér á Þingeyri, en á honum loknum var hann 2 ár í héraðsskólanum á Núpi. Þaðan lá svo leið hans í stýrimannaskólan í Reykjavík, þar sem hann lauk námi til skipstjórnarréttinda. Palli vissi snemma hvað hann vildi. Hann vildi verða sjómaður og hann stóð við það. Fermingaraldur var hann kominn á sjóinn og eftir það var ekkert aftur snúið, ævistarfið var fundið. Palli var á ýmsum bátum á fyrstu árum starfsævinnar og meðal annars var hann á síld síðsumars 1965 á Seyðisfirði. En það reyndist afdrifarík vertíð og segja má að þar hafi Palli landað sínu mesta feng ævina. Hann kom nefnilega auga á hana þar sem hún saltaði síld af fullum krafti. Gaf sig að tali við hana og vissi fljótt að þessari stúlku, henni Lillu, vildi hann kynnast betur. Og það gerði hann og gott betur því að úr því varð hjónaband. En tilhugalíf þeirra olli uppnámi í hjónabandi hér í bæ og nú þarf dálitla skýringu við. Einn af skipsfélögum Palla þessa vertíð var Davíð heitinn Kristjánsson. Þegar þeir komu til heimahafnar eftir vertíðina fór Davíð beint heim með sjópokann sinn, kyssti Kötu og krakkana sem fögnuðu honum og síðan hélt hann aftur niður í bát því hann átti landleguna. Þegar hann svo kom heim í mat var viðmót frú Katrínar allt annað en hafði verið. Þegar Davíð fór að inna eftir hvernig á þessari viðmótsbreytingu stæði, þá fór Kata fram í þvottahús og sótti betri skyrtuna hans úr sjópokanum, rak hana framan í hann og vildi fá skýringu á því hvers vegna það væri varalitur á skyrtukraganum. En svarið var einfalt, ég lánaði Palla Björns skyrtuna mína og þetta er varaliturinn hennar Lillu. Og þar með féll málið niður. Davíð vissi þá ekki hvort að skyrtan hans hafði ráðið úrslitum þarna á Seyðisfirði árið 65, en síðla sama ár flutti Lilla til Þingeyrar.
Palli og Jóhanna Björg Strömm voru gefin saman í hjónaband hér í Þingeyjarkirkju þann 19. nóvember árið 1966. Þau hófu sína sambúð á heimili foreldra Palla en fluttu svo að Fjarðargötu 14. En í lok 8. áratugarins réðust þau að reisa sér íbúðarhús að Brekkugötu 31 þar sem þau hafa átt heimili síðan. Palli og Lilla eignuðust 4 börn sem eru í aldursröð. Jónína sem býr í Reykjavík, hennar maður er Jón Arnar Magnússon, þau eiga 3 börn, Þorkel, Bryndísi og Magnús Pál. Viktor sem býr hér í Dýrafirði, kona hans er Signý Þöll Kristinsdóttir. Þau eiga 2 dætur, Margréti Emblu og Auði Ölmu. Börn Viktors og Sólveigar Guðnadóttur eru Guðni Páll og Viktoría Kristín. Elva Björg sem býr í Reykjavík, hennar maður er Finnbogi Helgi Snæbjörnsson og eiga þau 3 börn, Alexander Almar, Aron Atla og Alvar Auðun. Birna sem býr í Reykjavík, hennar maður er Gestur Valur Svansson, þau eiga 3 börn, Aron Inga, Andra Blæ og Jóhönnu Guðrúnu. Barnabörnin eru svo orðin 3, þau Ísak Hrafn, Erna Sól og Klara Sif. Palli og Lilla áttu gott og farsælt hjónaband. Þau voru samhent og samstíga í uppeldi barnanna, þó vissulega væri Palli oft á tíðum fjarverandi vegna vinnu. En þegar hann var heima tók hann fullan þátt í heimilistörfunum og gekk þar í öll verk nema skúra. Hann var vel liðtækur í eldhúsinu og átti auðvelt með að framreiða dýrindis krásir, nema ef helst skyldi vera fiskihringurinn. En hann gerði margítrekaða tilraunir til að ná honum svo vel væri en allt kom fyrir ekki, börnum hans til ómældrar gleði eða hitt þá heldur. Eins og áður var nefnt var Palli á ýmsum bátum. Hann var stýrimaður á gamla Sléttanesinu, hann réri í skólafríum og helgar á bát hjá Bóa Páls þegar hann var í stýrimannaskólanum og svo var hann á Framnesinu. En það voru einmitt félagar hans á Framnesinu sem í prakkaraskap skildu hann eftir í Reykjavík þegar hann skauðst að hitta þáverandi kærustuna sína hana Lillu. Árið 1976 þá stofnaði Palli ásamt nokkrum öðrum hlutafélagi Sæhrímnir sem festi kaup á 51 tonna eikabát í Grindavík og gerðu hann út undir nafninu Sæhrímnir IS 100. Palli var skipstjóri og stjórnarformaður félagsins og má með sanni segja að þetta marki upphafið á útgerðarsögu Páls sem næri yfir 47 ár. En síðan þá hefur Palli átt allnokkra báta en árið 1986 keypti hann í félagi við Viktorsson sinn bát sem þeir nefndu Bibba Jóns sem þeir hafa gert út síðan. Auk þess var hann skeið með örlitla aukabúgrein og verkaði harðfisk og síinfisk sem var afbragðs góður hjá honum. Palli tók virkan þátt í starfi Eldingar félags smábátaeigenda hér á Vestfjörðum og satt meðal annars í stjórnum tíma og lét sig málefni smábátaeigenda og minni útgerða varða. Það voru því oft líflegar umræður í beitningaskúrunum þegar kjaramál bar á góma, en líka gleði við störfin og hlegið hátt þegar Palli var annars vegar. Svo kom það líka fyrir að menn fengu sér 6 á föstudögum eða jafnvel bara einhverjum öðrum dögum þegar verið var að hengja upp netið að skera úr og ef að verkin leyfðu það. Svo má auðvitað ekki gleyma að nefna gamla pallbílinn sem hékk undir það síðasta saman af gömlum vana einum og barnabörni fengu sum hver sína fyrstu akstursreynslu á. En sjálfur tók hann þó ekki bílpróf fyrr en hann var orðinn 50. En þá ákváðu trillukallar hér í Firði að slá saman í 50-afmælis gjöf handa honum 1 stykki bílpróf. Mættu svo að morgni afmælisins með bíl og ökukennara til Palla og sögðu honum að nú yrði ekki undan vikist. Fram að þessu hafði hann aldrei snert á bíl og Lilla sá alfarið að aka, en eftir þetta var töluverð breyting á og Palli naut þess að fara á rúndinn. Palli hafði þann sið að gefa starfsfólki í útgerðarinnar aldrei jólagjöf, heldur áramótagjöf og vildi helst hafa hana höfðinglega, enda var hann einstaklega gjafmildur maður. Eða eins og dóttir hans orðaði það, hann hikaði ekki við að gefa allan fiskinn og frystikistunni ef svo bar undir. Sagðist bara að fá það einhvern veginn launað síðar. Já, hann hikaði aldrei við góðverk og hann var hjálpsamur. Hann gaf sig að mönnum sem komu hér til útræðis eða voru að hefja útgerð,
réði þeim heilt, lánaði þeim verkfæri og aðstöðu ef svo bar undir og reyndist mörgum vel og var þeim góður stuðningur og hvatti þá áfram þegar það gekk brösulega. Þá réði hann börnin og vini þeirra í sumarvinnu og síðar barnabörnin, hvort heldur sem það var í landi við að stokka upp eða tók þau með sér í róðra. Já, Palli var lífsglaður og kátur maður. Hann var góður húmoristi og hafði gaman af því að segja skemmtilega sögur sem hann lét ekkert endilega gjalda fyrir sannleikann og lífgaði stundum aðeins upp á þær með skreytingu á sinn hátt. Hann var ekki skaplaus þó hann skipti sjaldan skapi. Hann var ekki hans háttur að reiðast eða æsa sig upp á háasíð. Ef honum mislíkaði átti hann að frekar til að fara í fílu en það bráði fljótt af honum. Hann var hreinskilinn og hreinskiptinn og sagði sína skoðun, en honum var ekkert auðveldlega snúið. Hann virti skoðanir annarra, enda var hann sanngjarn og vel meðvitaður að á öllum málum eru tvær hliðar eða fleiri ef því að skipta og að afstaða einstaklinga ræðst ofta persónubundinni reynslu og viðhorfum frekar en málefninu sjálfu. Og aldrei sagði hann styggðaryrði nokkurn mann. Páll var vinamargur, enda ræktaði hann tengslin við það fólk sem varð á vegi hans. Hafði samband reglulega til að spyrja frétta á hvernig gengi og fylgdist vel með vinum sínum og vandamönnum. Hann var höfðingi heima að sækja og þau hjónin bæði enda gestri sinn, matmaður mikill, en fannst skyndibiti og pizza varla vera matur. Nema það væri sjávarrétta pizza með ananas þá mátti láta sig hafa það. Fátt vissi Palli þó betra en að gleðjast með sínum og það þurfti ekki nein sérstök tilefni til þess. Tilefnið var bara að vera með þeim sem hann unni mest fjölskyldunni. Hann var heimakær og naut þess að hafa afkomendurna í kringum sig enda barngóður mjög. Hann ræddi alltaf við börn áhuga og hafði gaman af þeirra sýn á veröldina og gaf sér tíma til að sitja og horfa með þeim á barnaefni í sjónvarpinu en hló mest að því sjálfur. Sérstaklega þegar hort var á því sígilda barnaefni Tom og Jenna. Þá las hann mikið fyrir þau, hann kenndi þeim að spila Olsen og fyrir kom í fjölskylduveislum að fullorðna fólkið satt og drakk kaffi og spjallaði en Palli var út að leika með börnunum. Þó Palli væri heimakær þá hafði hann gaman af því að ferðast. Það gafst nú ekki mikill tími til slíks meðan að börnin voru lítil en þegar að Birna sem yngst var orðin nokkuð stálpuð þá gafst meiri tími til ferðalaga og þá þræddu þau feðginin allar sundlaugar sem á vegi þeirra urðu. En það gerði Palli í staðinn fyrir að stoppa öllum sjoppunum sem á vegi þeirra urðu. En fyrir 10 árum þá fór heilsubrestur að gera vart við sig hjá Palla, en þó reif hann sig alltaf upp og hélt ótrauður áfram og kvartaði lítið. Hann stundaði sjóinn eins og heilsan leyfði, en á milli þess þá dundaði hann sig við að tæta gamla pappíra inn á skrifstofu. En fyrir allnokkrum árum þá eignaðist hann forláta pappírstætara og hann skemmti sér alveg konunglega við það að grisja bókhaldið og aðra gamla pappíra. Svo mjög að Lilla þakka sínu sæla fyrir að hjónavígsluvottorðið lenti ekki í tætaranum. Ef hann var ekki að tæta á skrifstofunni þá var hann að fylgjast með bátunum á Marina-traffic eða leggja kapal fram í eldhúsi. Og spurði þau gjarnan spilin út í komandi róður og jafnvel veðrið þó hann væri sjálfur mjög veðurglöggur. Eða þá hann bara skrappa á rúndin. Fyrir rúmu 2 árum fór heilsu hans hins vegar meira rakandi og í ljós kom að hann þurfti á hjartaaðgerð að halda. En vegna heimsfaraldurs var það fresta aðgerðinu og í kjölfar kom í ljós mein í lunga og ljóst að stærri aðgerða var þörf en áður hafði verið reiknað með. Þó að sú aðgerð gengi ágætlega var raunin sú að Palli náði aldrei alveg heilsu eftir það. Heldur ágerðust aðrir heilsubrestir. Í vetur sem leið þá fluttu Palli og Lilla sig til Ísafjarðar í íbúð á Hlíf til að Palli gæti verið nær sjúkrahúsinu og þeirri þjónustu sem hann þá þarfnaðist. En í júlíbyrjun var ljóst að veikindi hans voru mjög alvarleg og hann var fluttur suður á Landspítalann til meðferðar þar. Þó að hann væri alltaf samur við sig, bjartsýnn og kátur, þá var líkaminn orðinn þreyttur. Eftir 2 mánaða erfiða sjúkralegu þá þraut þrekið og Páll lést á Landspítalann við Hringbraut aðfaranótt 7. september síðastliðinn. Þetta var erfiður tími og þá dýrmætt að eiga góða fjölskyldu og vini.
og hefur Lilla beðið mig að koma á framfæri innilegum þökkum til allra þeirra sem ljáðu þeim lið síðustu mánuði. Sérstaklega börnum sínum og tengdabörnum, Kollu og Bjarna, fyrir alla þá ótalmörgu snúninga sem þau snerust fyrir þau á þessum tíma. Og sérstaklega vill hún þakka Finnboga fyrir allt skutlið og hjálpina. Já, genginn góður drengur, en eftir standa margar dýrmætar og góðar minningar. Minningar ástríkan eiginmann, föður, afa, bróður, frænda og vin. Minningar glaðlyndan mann sem var hrókur alls fagnaðar á mannamótum og náði vel til ólíkra kynslóða. Minningar mann sem skrapp aðeins á sjávarútvegssýninguna með tengdasyninum en komu síðan mjög seint heim með 10 svíðakjamma og BSI heim eftir skrallið. Mann sem gat setið heilu kvöldin og sungið í góðum hópi vina, mann sem sagði skemmtilegar sögur, mann sem gat verið svolítið stríðinn stundum og já líka óþolinmóður, sérstaklega þegar hann var að hringi í fólk. Ef fólk svaraði ekki eftir 3 hringingar þá lagði hann bara á og hringdi á það næsta á listanum. Og minningar mann sem gat borðað ís og kokteilávexti með rjóma í öll mál og naut þess svo innilega að verja tíma með þeim sem hann elskaði. Gjafmildur, gestrisinn, hjálpsamur og bóngóður. Hávær á stundum og hláturmildur. Hreykinn fjölskyldufaðir og sonur hafsins. Við kveðjum hann í dag og þökkum fyrir þá gæfu að hafa verið hluti af lífi hans og hann okkar. Þökkum fyrir samfylgdina og minningarnar sem við munum varðveita, þar til við finnumst á nýju eilífu ríki Guðs og minnumst orða Krists, ég lifi og þér munu lifa. Þessi orð og einlæg Guðstrú Páls veittu honum huggun og styrk. Hann var handgengur trúsinni og bænum. Hann kenndi börnum sínum og barnabörnum bænir og bænavers og bað með þeim á kvöldin og hvatti iðulega með bænarorðunum Guð geymi þig. Nú skilum við þeirri kveðju og bæn tilbaka með þakklæti. Guð geymi Pál Björnsson, skipstjóra frá Þingeyri og blessi minningu hans. Amen. Ég flyt ykkur kveðjur frá fjarstöddum ættingjum og vinum. Ingibjörg Hólmgeir og Guðrún Snæbjörg minnast Palla með hlýhug og sendi ykkur innilegar samúðarkveðjur. Matta og Hafsteinn og Valdigestur og Guðbjörg Lilja senda samúðarkveðjur og minnast Palla með þakklæti fyrir góða og trygga vináttu til margra ára. Gunnar, Ómar, Ingunn og fjölskyldur þeirra senda ykkur innilegar samúðarkveðjur. Hér kveðja svohljóðandi, elsku besti tengdapabbi og vinur. Það komið að því sem mann búið að kvíða fyrir lengi og erfitt að sætta sig við að geta ekki verið með fólkin okkar í dag til þess að kveðja þig þar sem ég á sjónum. En ef það einhver sem skilur það, þá ert það þú, elsku tengdapabbi. Minningar hrannast upp á svona tímum og ég mun varðveita þær í hjarta mínu alla ævi. Minn stóri lottóvinningur í lífinu var að kynnast henni Elfu aðeins 15 ára og ykkur öllum í fjölskyldunni í framhaldi. Ef allir myndu vinna þennan vinning þá væri lífið yndislegt. Mikið vona ég að mínir strákar verði jafn heppnir og ég með tengdapappa, því þá eiga þeir frábæra áratugi framundan. Ég lofa að gera mitt allra besta til að halda utanum og passa allt fólkið þitt sem þú elskaðir svo mikið. Nú siglir þú undir bláhimni og líður vel og fylgist með okkur öllum. Takk fyrir allt síðastliðin rúm 32 ár. Ég elska þig og sakna þín, þinn tengdasonur Finnbogi Helgi. Hrafngerður, Siggeir og Hrólfur sendi ykkur innilegar samúðarkveðjur. Við sendum okkar innilegustu samúðarkveðjur til Lillu og fjölskyldu, Edda og Angantýr. Rakel og Jón sendi ykkur fjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur og minnast Palla með hlýhug. Maggi Gunn sendir ykkur innilegar samúðarkveðjur. Júlíus Freyr Bjarnason minnist Palla með þakklæti fyrir góða vináttu og sendir ykkur innilegar samúðarkveðjur. Páll Björnsson lagði sitt að mörkum í réttindabaráttu smábáta eiganda. Sat í mörg ár sem fulltrúi Þingeyrar í stjórn Eldingar, félagi smábátaeiganda í Ísafjarðarsýslum. Hann sat fjölmarga aðalfundi Landssamband smábátaeiganda, þá fulltrúi Eldingar. Alltaf glaðværð í kringum Palla, hafi hann þökk fyrir allt og allt.
Elding, félag smábátaeigenda í Ísafjarðarsýslum og Landssamband smábátaeigenda. Gunnhildur Sigþórsdóttir sendir ykkur samúðarkveðju. Hún gat því miður ekki verið hér með ykkur í dag en hugur hennar dvelur hjá ykkur og hún minnist Palla með þakklæti fyrir allt gamalt og gott. Ég sá hana stóra baðinu í gær og allt í einu var sem minningin skær. Lýsti upp í huga mínum í gegnum óstundan ég færði mig nær. En þá allt í einu sá ég það vá að einn af vinum mínum stóð henni hjá og er þau sáu mig þau lættu strax á braut. Þau sungu af. Ég gekk sagður út í miðri nótt, götur ráfaði og allt var svo hljótt. Þar til ég sá húsið hennar, ég inn í litlum skóm kom ég fljótt. Ég í heila gekk þar og beið, hvað gerir sagður maður ekki í neyð. Ég bara varð að sjá hana einu sinni enn, einu sinni enn. Eftir langa mæðu heyrði ég hljóð, hún kom gangandi snöggtandi og móð og upp að ljósastaur sér hallaði og ennið hélt. Ég missti mig og til hennar gekk, axlir hennar greip það á hana fékk. Í gegnum tárin sá ég bros og hlýju, var hún orðin lína nýju. Eftir langa mæðu heyrði ég hljóð, hún kom gangandi snöggtandi og móð og upp að ljósastaur sér hallaði og ennið hélt. Ég missti mig og til hennar gekk, axlir hennar greip það á hana fékk. Í gegnum tárin sá ég bros og hlýju, var hún orðin mín að nýju. Nú við vorum aftur saman á ný, tveir krakkar bjálfar aftur saman á ný. Ég spurði
Nú lætur þú Drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínu. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju, en líka leita til þín eftir huggun þegar sorgin knýr dyra. Heyr bænir okkar nú þegar við felum þér hann Pál sem þú hefur kallað til hvíldar hjá þér. Við þökkum þér þá gjöf að hafa verið hluti af lífi hans og hann okkar. Blessa þú minningarnar Drottins sem þessi kveðjustundir helguð og gefa þær verð okkur uppspritta gleði og huggunar ókomna tíð. Styrk þau sem hér kveðja og hugga, ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða og varðveittu okkur í trúnni á þig, svo við megum ásamt þeim sem þú hefur þegar kallað til þín, lofa þig og vegsama að eilífu. Allar bænir okkar felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sortir
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Ég lifi í Jesú nafni, í Jesú nafn ég dey, þó heils og líf mér hafni hræðist ég dauðan ei. Dauði ég óttast eigi afl þitt né valdið gilt, í Kristi kraft ég segi, komdu sæll þá þú vilt. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn, Jesú Krist. Amen. Hjartan
Bjartar nætur vaka allir þá. Hvað er betra